Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Næsti gestur okkar, hann getur bæði sungið og sálgreint, við getum orðað það þannig. Hjalti Jónsson heitir hann, söngvari og sálfræðingur í Verkmenntaskólann á Akureyri. Við ætlum að bregða okkur hér inn á Götubarinn, þar sem við höfum verið, og spjalla svolítið saman. Jæja, þá erum við sestir. Hjalti tilbúinn. Velkomin, Hjalti. Takk fyrir. Fyrsta spurning, hvort betra að vera sálfræðingur eða söngvari? Hvort betra? Já. Þetta rosaleg spurning. Já, þetta rosaleg spurning. Það alveg ósangið spurning. Eigum þá ekki bara hægt að kella fyrir komin? Já, og það var gaman aðeins. Blessaður. Nei, hvort betra? Þetta hefur sína, eiginlega bæði sína kosti. Já, og galla. Og valla galla. Nú það? Eiginlega bara kosti. Já. Ég hef volað gaman að báðu. Já. Það kannski meiri gleði í söngnum. Já. Þegar maður syngur í jarðarförum, náttúrulega. Oft, já. En það meiri gleði í söngnum. Já. Og oft kannski að takast á við þyngri mál í sálfræði vinnunni. Já. Þú sko vinnur í fullu starfi sem sálfræðingur í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Ég vinn í 65% starfi. Nú 65%? Já, ok. Þar í 65% starfi og svo ég líka hef verið að kenna í fjarnámi í sálfræði þar. Já, svo hef ég líka verið að kenna upp í háskóla. Já. Já, þannig að þú ert á ýmsum öllum í þessu. Já. En maður spyr sko, eins og til dæmis með svona skóla, eins og Verkmenntaskólan, þarf sálfræðing í svona skóla? Auðvitað það er sálfræðing í svona skóla. Það þarf bara sálfræðing á sem flesta staði. Já. Ef þú ætlar að standa að vilja í skóla, þá er náttúrulega mjög mikilvægt að þér líði vel til þess að þú náir einhverjum árangri. Já. Þekki það sjálfur, ef þér líður ekki nógu vel, þá ertu ekki líklegur til þess að drífa þig að gera einhverju hluti. Nei. Og ef það er eitthvað sem að trufla þig, þá hefur það áhrif á einbeitinguna þína og þannig er það síður árangri. Já. Þannig að sálfræðingar eiga heima í sem flestum framhaldsskólum. En hvað sko, í hverju felst þetta aðalega? Hvað er þetta mestmegnis að fást við? Mestmegnis er ég í viðtölum. Við nemendur? Já. Þannig að ég er bara til viðtals 4 daga vikunar og þá geta nemendur bara haft samband við mig og panta tíma eða oft er það skólastjórnendur sem senda nemendur til mín. Já. Og námsráðgjafar senda nemendur til mín, kennarar senda nemendur til mín, svo koma það bara sjálfur, foreldrar á samband. Þannig að sko, ég er svona mest í viðtölum og þá verður að ræða allt milli himins og jarðar. Það er ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem komin á borð oft í tíðum og eins erfið verkefni. Og nemendur sjálfir banka? Já. Hjalti, ég þarf að tala við þig. Já. Og þetta hefur breyst svolítið mikið. Ég var að klára núna 3. ári sem sálfræðingur í Verkmenntaskólanum. Þetta hefur breyst svolítið mikið frá því fyrst þegar ég kom og þangað til núna. Já. Því að fyrst voru menn og nemendur svolítið feimnir og svona, þetta var svolítið svona laumuspil að læðast til mín. Já. En þó ekki öllum, sumir voru bara tiltölulega opnir. En þetta hefur opnast mjög mikið. Já. Bara með því að ég er einn af starfsmönnum skólans, ég er sýnilegur þarna, ég er að labba skólan og spjalla við krakkana á göngunum. Og það gerist nokkur sinnum núna á vorunni að ég var kannski að labba á mánudagsmorgni og í gegnum gryfjuna og svo kalla nemendur á mig, herðu Hjalti, hvar varst þú á föstudaginn? Ég átti tíma hjá þér, sko. Hvar varst þú? Og þá var ég kannski bara heima með veikt barn eða eitthvað. Já. En þá var bara kallað á mig og spurt engin feimnir, skilur. Já. Er það svona eiginlega yfirunnið? Það er alltaf að minnka. Fólk er að sjá, það er bara það eðlilegast í heimi að tala við sálfræðing. Já. Það er ekkert að því. Fyrir 15 árum síðan, þá var það eitt af versta sem þú gast gert í framhaldsskóla, það var að tala við námsráðgjafa. Það var laumuspil, sko. Já. Það var bara eitthvað að þér ef þú fórst að tala við námsráðgjafan, sko. Þannig að það hefur, sko, viðhorfið gagnvart því að leita sér aðstoðar og fá hjálp hafa breyst mjög mikið. Já. En hvað er að ungu fólki í dag? Hafa ekki allir allt til alls? Það er ekki nóg að hafa allt til alls, sko. Þú getur oft fullt af peningum en liðir rosa lítið, skilur við. Ég held að það sé ekki bara sama að þeim og var að þeim þegar þú varst unglingur. Já. Menn eru bara að tala hlutina núna, en ekki þá. Og það er verið að kannski að grípa fyrir inn í. Sérðu sko eitthvað vandamál ungs fólks í dag sem þú ert að fást við og þú kannski manst úr þinni æsku? Já.
Varst þú með vandamál í æsku? Ég var algjör, skussi í framhaldsskóla. Ég hefði haft gott af því að hitta sálfræðing þegar ég var í framhaldsskóla. Ég kláraði ekki stúdentinn fyrir en að ég var 24 eða 5. Já. Ég er frá Blönduósi, þannig að ég þarf að flytjast að heiman til þess að fara í menntaskóla. Og ég fer í menntaskólann á Akureyri. Og það var frábært. Fór á vistina og æðislega gaman, Það var svo gaman að ég gleymdi alveg að læra. Og ég skreið í gegnum fyrsta bekk með því að fara í 3 upptökupróf. Svo fór ég í annan bekk, kolféll í honum, að því að var svo gaman og gleymdi mér og fór aftur í annan bekk, féll aftur. Þú segir ekki? Jú, þetta var algjör vitleysa. Það voru aðrir hlutir sem heilluðu þá. Og þá fór ég í verkmenntaskólann og stóð mig ágætlega þar. Ætlaði að taka fleiri einingar til þess að fara aftur í menntaskólann, því að mér fannst í fallum deild að fara í Vaffema, Það var eitthvað snobb í gangi. Og svo fór ég aftur í menntaskólann og svo bara hætti ég. Ég kláraði ekkert. Og fór að vinna á norðlenska, pakka pylsum. En ég hafði haft gott að því að fá smá leiðsögn og svona, oft líka gott að tala um einhvern annan en foreldra sína. En gastu á þessum aldri, maður náttúrulega veit alveg hvernig það gastu tala við foreldriðina svona vandamál? Ég var frekar lokað, ég var ekkert mikið að ræða foreldra með svona vandamál. Þess vegna er ótrúlega mikilvægt að hafa sálfræðing sem þú getur leitað til, sem þú veist að það er trúnaður í gangi og hann getur veitt þér ráðgjöf á þess að dæma þig. Ég held að það sé rosalega notalegt að vita af því. Og ganga þá svona viðtöl vel og þess áttar hjá þér. Eru unglingar tilbúinir að opna sig, segja sína skoðin eða segja frá sínum vandamálum? Mjög mikið, já. Það er það? Já, gaman. Hjalti, þú ert frá Blönduósi? Já. Af öllum stöðum? Af öllum stöðum, einmitt. Já. Finnst þér að leiðin eigi að vera í gegnum Blönduós eða á að stytta hana bara upp á hálsana og stytta þetta? Skiptir það einhverju máli? Fyrir mig myndi ekki breyta neinu, ég færi alltaf ekki um Blönduós sjálfsögðu, ég á skildfólk þar. Þannig að ef við tala bara út frá sjálfum mér, þá er það bara peningarsóun að hendi í veg þar, því ég myndi ekki nota hann. Já, þú myndir ekki nota hann. Ég átti leiðum, gríðarleg umferð, og þá fór ég upp hjá Húnavöllum og heitir ekki Svínveitingabrautina. Það var mjög skemmtilegt. Og ég fer hana stundu, bara til þess aðeins að breyta til. Það er mjög skemmtilegt. Já. Og hún er ekkert lengri. Nei, hún er ekki lengri, það vísum Malavegur en alveg sama. En engin umferð. Nei. Það er nefnilega það sem er oft þarna á Blönduósi. Hvernig var þetta þegar þú var strákur? Hvað gerðu krakkar á Blönduósi? Krakkar á Blönduósi fóru að veiða. Hvað veitu þið? Í Blöndu? Út á bryggju mikið. Maður fór mikið á bryggjuna við ósinn. Og maður var svolítið að kasta fyrir silung sem maður var að ganga. Upp í? Já. Ég veit ekki hvort það mátti, en jú, við vorum svolítið í því. Og svo maður bara veiða sandkola og þorsk og marhnúta. Já, þetta er bara svona... Þetta er klassíska. Já, þetta er klassíska. Já, svo hafa bara verið í fótbolta og leikjum. Það er ekki bara eins og það getur verið best líf fyrir krakka. Frábært. Já. Ótrúlega fínt. Hvað ætlaðir þér þegar þú varst strákur? Hvað ætlaðir þér að þegar þú yrðir stór eins og það stendur? Já. Hvað langaði þig? Mér langaði, mér fannst heillandi að vera flugmaður. Já. Bróðir pabba var flugmaður. Já. Flottur flugstjóri, fljúga hjá Cargolux. Hann var eitthvað svo reffilegur. Og svo þegar maður var aðeins eldri þá ætlaði ég annarkvort, ég var nú bara ákveða bara að snemma í menntaskólanum, ég langaði annarkvort að vera rockstjarna eða sálfræðingur. Já. Og hvernig, á hvað myndirðu vilja spila í rockhljómsveit? Ég var í rockhljómsveit þessum tíma, þegar maður gekk illa í menntaskóla, þá var ég í rockhljómsveit. Þá spilaði ég gítar og öskraði. Já, og öskraði. Já. Ég held að sé ekkert skemmtilegra heldur en að vera bassaleikari góður í rockhljómsveit. Nei, þeir eru líka bara svo töff. Já, ég held að sé aðeinslegt. Er það draumur hjá þér? Það var það. Og er enn þetta? Já, það er enn. Ég veit ekki hvort ég lát hann rætast. En það er svo lítið mál að kaupa sér bassa. Já. Ég get lánaði líka, já veit. Já, þá fer ég að læra bara bassa. En varðandi það, þessa barnæsku og annað, svo náttúrulega ferðum við gegnum skóla bara á Blönduósi eins og eðlilegt er. Þá þurftu að velja. Ætlarðu að halda áfram, ætlarðu að vera heima, ætlarðu að fara að vinna.
það var aldrei neitt einhvern veginn spurning með eitthvað val. Það var bara alltaf að fara í skóla, sko. Það var það? Já. Og var það bara gegnum foreldrana, fjölskylduna eða? Sko, það var alltaf bara einhvern veginn. Bróður minn, hann er fæddur sko 75, ég er 81. Hann fór í menntaskólann. Hér, á Akureyri? Já, menntaskólann á Akureyri og kláraði hann og honum fannst gaman og hann sagði, ég held ekki að þú fyrir í menntaskólann og ég, já, auðvitað fyrir í menntaskólann. Já, já. Og leit upp til bróður minns og fannst hann flottur og alltaf að gera eins, sko. Svo tókst það ekki alveg, fór ekki alveg sömu leið. Nei, þú fórst að pakka í pylsum mín og alveg. Já, í millitíðin og passaði börn á leikskólum og svona. Já, áttar þig þá á hlutunum hvar þú var staddur? Já. Þú gerir það? Já, já. Og hvað var þá? Hvað tók þá við? Sálfræði? Sko, þá tók við, ég vann á Norðlenska í bara rúmt ár, 1,5 ár eitthvað. Og svo hætti ég þar og fyrir að vinna á leikskólanum Króabóli hérna sem við erum undir Glerárkirkju. Já. Ég var að vinna þar, það var frábært. Það var kannski svolítið, sko ég áttaði mig á því, ég vil ekki pakka pylsum alla ævi. Það þarf náttúrulega einhver að pakka pylsum. Já, já. Og það ætti að borga þeim miklu hærri laun sem gera það, því að það er ekki skemmtilegt, fannst mér. Nei. Og svo bauðst mér að vinna á leikskólanum Króabóli og það var svolítið kannski smá svona snúningspunktur fyrir mig. Já, já. Þarna, mér fannst gaman að vinna með krökkunum. Og þá kannski kviknuðu einhverjar hugmyndir að það væri gaman að vera sálfræðingur sem vinnur með börn. Já, er það? Já. Og ég var mikið með sko krakkar sem þurftu aðstoð í leikskólanum. Ég var svolítið svona settur með þeim og var aðstoð þeim og það fannst mér rosalega spennandi. Já. Þannig að þar kannski var svona smá breyting. Og hvað svo? Svo var ég bara að vinna þarna og svo kynnist ég konu minni. Og hún svona sagði, hérna. Varla hefur hún verið að vinna þar? Nei, hún var að læra út í Cardiff í Wales á fiðluna sína. Já. Og hún var heima í sumarfríi og hún fór í Sjallann og ég fór í Sjallann. Hverjir voru að spila þar? Bróður minn og félagar í svörtum fötum. Já. Þeir voru að spila í Sjallann. Heyrðu, bróðir þinn spilar á hljómborð, er ekki? Já. Þá veit ég hver hann. Kannast við hann. Kannast við hann, já. Í svörtum fötum, já. Og þarna kynntust þið? Já. Kona þín er? Hún heitir Lára Sóley Jóhannsdóttir. Hún er í tónlist? Hún er í tónlist, já. Fiðluleikari? Já. Bæjarlistamaður á Akureyri? Já, einmitt. Hún var ekki bæjarlistamaður þá? Nei, hún var það ekki. Nei. Hún var að standa sig vel í skólanum sínum úti og var svona betri nemyndunum þarna í fiðluleiknum. Já. Og hún sagði við mig að þetta gengi náttúrulega ekki að hanga í einhverju, bara gera ekki neitt að viti, skilur. Farðu og lærðu. Sko mína. Kláraðu nú stúdentinn og ég gerði það. Og farðu nú hætti að öskra svona og reynda að læra söng og ég fór að læra söng. Þú segir ekki. Já. Svo bara, þú verður nú að fara í háskóla líka. Já, ég græði það. Maður hlýðir konunum sinni. Já. Þegar við gefum okkur ráð. Hún rak þig úr öskursöngnum í almennilegan söng. Það má segja það, já. Fórstu þá í nám með henni út eða? Nei, það var, ég flutti með henni út síðast ára hennar sem hún var út í Cardiff. Þá flutti ég út og þá var ég bara að vinna svona hinn og þessu. Ég vann fyrir velska flugherinn og var að þjóna þær í veislum og svo var ég að skúra á elliheimilum og yfir uppvaskari í einkaskóla þarna í Cardiff og það var mjög skemmtilegt og meðfram því kláraði ég stúdentinn í fjarnámi. Já, hérna frá? Nei, rauninni frá Borgarholtsskóla. Já. Þá hafði ég farið þarna, hún fer aftur út hausti eftir að við kynnumst og þá fer ég flytt suður, tek einu og enn í Borgarholtsskóla og einbeiti mér náminn og þá gekk það fínt, mjög vel bara. Já. Og svo flytt ég út áramót. Til Wales? Nei, vorið, já, til Wales. Til hennar? Já. Og þar lendur í uppfærskinu og því öll, bara svona meðan hún var í skólan? Já. Svo klárar hún skólan og við flytjum til Akureyrar. Þá hafði ég keypt litla íbúð í Smárahlíðinni. Já. Sem ég leigði svo út bara meðan við byggum úti og að því átti þessi íbúð og Lára fekk vinnu í tónlistarskólanum. Þá var einhvern veginn, við ætluðum bara að vera í 1 ár kannski. Já. Já, eins og stundum við verða. Já. Og Akureyri var bara kannski spennandi staður. Það var alltaf verið að byggja menningarhúsið og spennandi tímar kannski framöndan. Já. Sem leituð til þess að við íleyndumst. Já. Og fórstu þá í söngnám hér á Akureyri? Já. Á Michael Young Clark.
var að læra á honum. Já, þú læri söngi hjá Michael Jóni Clark. Já, já. Hvað heitir röddin? Ég er tenor. Tenor. Og hvað? Það fór ég bara í grunnnámið í sálfræðinni með Háskólanum á Akureyri. Já, og þú vildir halda fram að læra. Já. Þú ráttaði á því, Hjalti, að þú gast alveg læst. Já, en ég hélt að í mörg ára ég geti það. Já. Og ferði í sálfræðina? Já, ferði í sálfræðina og það gikk bara fínt. Kláraði BA-námið 3 árum og vann svo 1 ár í millitíðin á leikskóla. Aftur á Króabóli fór ég aftur þangað, gott að vera þar. Já. Og vann þar í 1 ár og svo tökum við þá ákvörðun að ég fari í framhaldsprófið, eða framhaldsnámið í sálfræðinni í Háskóla Íslands. Já. Og þá flyti ég ekkert, sko. Þá er bara Lára eftir með strákinn okkar, sem er þá fæddur. Já. Og þá fer ég bara einn suður. Já. Fæ inn kjallarnum hjá bróðum mínum og sækja skólanum. Og skelltir þér í framhaldsnám? Já. Og var það alveg þess virði? Já, það var þess virði. En samt með litla Jóa og Gunna á Akureyri? Já, já. Ég kom heim nánast allar helgar, sko. Já, já. Þannig að þú hefur marga flugtíma? Ég hef marga flugtíma. Þar náður þið í flugmanni? Já. Þar náður þið í flugmanni? Einmitt. Já. Já. En þetta var svolítið erfiður tími, sko, að vera í burtu og hann náttúrulega var ekkert gamall. Við vorum svo heppin að við fengum okkur au pair þá. Já. Ótrúlega heppin og fengum frábæra stelpu sem hjálpaði til. Það hefði ekki verið hægt án hennar. Já. Og en svo hafðist þetta allt saman. En Hjalti, allt sem að þið voru búin að gera, þið kynnist í sjálfanum, í svörtum fötum að spila. Við vorum búin að kynnast á því, við vorum saman, þegar ég fór aftur í annan bekk, þá vorum við saman í bekk í menntaskóla. Hún náði þér? Já. Já. En sko, og allt þetta nám til útlanda, áframhaldandi námi á Akureyri og svo til Reykjavíkur, hvernig er svona peningamáli? Já. Nú er komið fjölskylda. Já, já. Hvernig gengur það hjá svona ungu fólki? Já, þú varst heppinn, þú áttir íbúðina. Ég átti íbúðina, þannig að ég hafði tekið að því að leigja hana út þegar ég var að klára stúdentsprófið. Já. Svo á maður bara óttalega gott fólk í kringu sig. Bæði foreldrar mínir og fjölskylda mín megin og svo foreldrar Láru og fjölskylda þar. Já. Þannig að við búum rosalega vel að fólkinu okkar. Fengur stuðning þar? Já. Fengur stuðning þar og svo bara vinna mikið. Já, bara vinna mikið, það er rétt. Og eyða litlu. Og eyða litlu. Ertu sparsamur? Já, ég var rosalega sparsamur. Það er aðeins að minnka, sko. Er það að minnka? Já. Er það þá vegna þess að sko launin svona, já, þau aukast aðeins og þú hefur kannski meira þannig að... Maður á aldrei neitt meira á milli handana, sko. Nei. Hvaðan er kona þín? Hún er frá Húsavík. Nú, þeir eru svona dandarast í kringum Akureyri. Já, við mætum sem þeir eru leiðis. Já, þannig að það er einmitt sko, krakkar komið mikið í menntaskólan frá Húsavík og náttúrulega hérna vestanað. Já. Þetta er dálítið mikið. En sko, núna er sumarleyfistími í skóla. Já. Og, já, ertu að vinna sem sálfræðingur eitthvað meira? Já, ég er að vinna líka á stofu. Ég er að vinna hjá Sálfræðiþjónustu Norðurlands, heitir Kompaníið. Já. Það sem við erum 7 sálfræðingar saman. 7 sálfræðingar? Við erum 7 sálfræðingar þar. Það er ekki talað malbikið þar? Nei, það er engin vitleysa í gangi þar. Nei. Þar greinið í hvern annan í kaffitímanum? Já, en við hittumst aldrei því að við erum alltaf inn í viðtölum, sko. Já. Þannig að við náum eiginlega aldrei að hittast almennilega, sem er svolítið galli. Þetta er svona góð og mikil þjónusta sem er þannig saman komin. Já, virkilega fínt. Og þannig að hvað vinnur mikið þar? Ég er 1 dag í viku þar á veturna, svo aðeins meira á sumrin. Já. En sumarfrí? Sumarfrí, já. Ég var einmitt að leita sko í spurningunni á, hvað er sumarfríð? Einmitt. Ykkar? Sumarfríð fer svolítið bara í spilleri og svoleiðis. En það er ekkert mikið sumarfrí, sko. Nei. Hvað áttu við með spilleri og svoleiðis? Þá erum við, eins og í sumar erum við að spila mikið í brúðkaupum. Það eru allar helgar og bókaðir í brúðkaupum. Já, þannig að þið farið ekkert í burtu í 2, 3, 4 vikur? Ekki í sumar allavega. Við gerum það síðasta sumar. Já. Tókum alveg rúma viku. Alveg rúma viku, já? Á Spáni. Já, er það? Já. Var það ekki ljúft? Það var frábært. Já. Við vonandi ekki gerum eitthvað svoleiðis næsta sumar. Já. En eru þið, eins og þið segir, mikið í brúðkaupum á þessu áttar? Já.
mikið í svoleiðis spili. Gefur það eitthvað? Já. Já, við svona í aðra hönd? Já, það er bara fínt. Það er svona auka? Já, sum hjón fara saman í golf, sko. Við fyrir með brúðkaup. Þið lendir þá alltaf í góðum veislum? Já, alltaf í góðum veislum. Er það ekki? Góður matur og maður þú segir sum hjón fara í golf. Hafið þið eitthvað annað áhugamál svona sameiginlegt eða hvort í sínu lagi? Við sinnum sko aðalega tónlistaráhugamálum. Eins og staðan er í dag, þá erum við ekki að sinna mikið. Svo er náttúrulega bara börnin okkar sem er nú okkar sameiginlega áhugamál og verður það næstu árin. Já, væntanlega verður það. Það er voðalega gaman. Það er gott frí að koma heim og leika við krakkar. En er tónlistinni haldið að þín? Ég bara get ekki annað, sko. Henni er tróðið að þeim. Byrjuð að spila? Já. Er þetta strákur og stelpa? Já. Sko, hann Jói, hann er 7 ára, hann er að æfa selló. Hann er sellisti. Og er ánægður með það? Já, hún finnst það mjög gaman. Frábæran kennara og virkilega skemmtilegt. Já. Og svo hefur við eina litla, Huldu Margréti, sem er 2 ára. Og hún stendur með, hún á svona plastfil og stendur með hana og meðan Jói er að æfa sig á sellóið. Já. Mamma kennir henni alveg hvernig á að halda. Já. Hún reyndar að kanna allt sko fyrir, svona. Það er óþolandi að mamma er að segja henni eitthvað. Hvernig á að halda. En finnur þú fyrir því að kona þín var kjörin eða valin bæjarlistamaður og Akureyri? Truflar það þig eða truflar það ykkur að einhverju leyti? Þegar nú er ákveðna skyldur sem fylgja því? Já. Nei, það truflar ekki neitt. Það er bara æðislegt. Frábær heiður og virkilega gaman að hún skuli hafa fengið þennan heiður. Já. Og þetta er bara æðislegt. Færðu á skíði, veiðið þið? Sko, Lára er mikið skíðakona. Já. Ég get bara beitt í vinstri. Ég er alltaf alveg upp á Blönduósi, sko. Þannig að gera áttið á því að það er ekki mikið brekkuna þar. Nei, vissulega. Já. Það var sett reyndar skíðalifta upp í Vatnahverfi. Afleggjarinn út á Skagafirði. Já. Og svo var hún sett upp og svo kom ekki meira snjór í fjallið eftir það. Já. Og hún notuð 2 vetur eða eitthvað. Já. Þannig að þú hefur ekki verið mikið að skíða. Nei, en svolítið að veiða. Já. Og svona gefum okkur stundu tíma til þess en ekki nógu mikið. Nei. Hafið þið notið sumarsins eitthvað? Núna? Já, meira heldur en svona bara til þess að vinna? Við höfum, sko, það tengist alltaf tónlistinni. Við ferðum svolítið mikið. Við fórum núna bara þar síðustu helgi austur á Firði, vorum með tónleika þar og ferðumst þá ferðina og njótið þess að ferðast á landið og spila smá tónleika á og til. Þetta er svo fínt, bara ein fiðla í bíl. Þetta er ekkert, og eitt gítar. Þetta er ekkert vesen. Hvað lærið þú að gítar? Heima hjá mér bara. Í rokkhljómsveitinni? Já, bara heima. Já. En þið komið fram og skemmtið með þessi hljóðfæri. Já. Og fóruð þér bara austur á Firði og... Já, ég heldur bara tónleika á Reyðarfirði og í Vallaneskirkju. Og gekk það? Já, það gekk. Kemur fólk? Það komið fyrir eitthvað fáir Reyðarfjörð, en það komið slatti í Vallanesi en það gengur. Já. Við erum að fara vestur og Dýrafjörð næstu helgi. Nú, eru þið beðin að koma þangað? Já. Bara beðin það. Já. En Hjalti, er Akureyrin og stór í sjálfum sem fyrir ykkur sem tónlistafólk? Já. Þyrftuð þið að vera á stærri stað? Þyrftuð þið að vera í Reykjavík eða munduð þið pluma ykkur meira og betur þar? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega stærri markaðar og meira að gera og fleira fólk sem að líka stundar fleira tónlistafólk sko, líka. Þannig að það er örgulega svona erfiðar að koma þér áfram þar en við erum bara voða glöð þar sem við erum að gera hérna fyrir norðan. Já. Og við erum nú alltaf aðeins meira að fara suður að spila og gera eitthvað. En eru þið ekki búin að koma einhvern eins og annað fólki svona sæmilega skuldir og svona? Jú, auðvitað. Er það ekki? Jú, annars myndi maður ekki vinna neitt ef maður myndi ekki skulda neitt. Nei. Þannig að það bara fer vel ykkur. Já, mjög svo. Já. Hjalti, ertu með einhvern hlut sem þú ætlar að sýna mér? Hlut? Sem ég spurði þig. Já, ég er með hlut. Hérna í vasanum. Já. Nú við. Þegar ég er hérna með, ég hugsaði nú lengi með þessa hluti. Já. Hvaða hlut á eitthvað? Ég er ekki með neina hluti sem dettur í hug. Það er ekkert svona sem er á heilanum að þér? Sko, mér datt ég bara að koma í gítarinn minn því að
mikið með hann í höndunum. Já, þú að koma með hann að spila eitt lag. Já, setna kannski. Við hefum getað raulað eitt lag. Já, saman. Já. Heitir mannsöturnhappar? Já. Ermanhappar? Ermanhappar. Já, og? Pabbi minn fékk þessa hnappa mjög líklega, ég var nú að hringja hérna og spurja hann úti frá hver mann hafði fengið þetta. Hann myndi það ekki alveg. Pabbi gamli. Hann fékk þetta sennilega frá foreldrum sínum. Í þá hvar? Í fermingargjöf. Í fermingargjöf? Já. Eða fyrir ferminguna. Þetta er ekta silfur? Já, ekta silfur. Og þetta er sko, pabbiðinn er fæddur hvenær? Hann er fæddur 52. Já. Þannig að þetta er 66? Já, eitthvað sliðis. Eitthvað svo liðs. Já, 66, já. Sem hann hefur fengið þessa hnappa. Og hann gaf mér þetta svo þegar ég fermdist. Notar þetta? Ég notaði þetta þegar ég gifti mig. Já. Og svona við hátíðleg tækifæri. Og þá vonar þú þurfir aldrei að nota vatn og þú notaði þegar þú giftir því Sólveigu, Láru? Láru Sólveigu? Já, Sóley. Láru Sóley, fyrirgefðu vinnurinn, fyrirgefðu. Ég meina ef ég þarf að gifta mig aftur þá get ég allan að nota sömu hnappana. Ég vona. Við skulum vona að hafa þetta. Nei. En það var ánægilegt að fá þig í heimsókn, en segðu mér, er eitthvað lag að því að þú ert tónlistarmaður? Já, einmitt. Er eitthvað lag sem þeir í kært sem við getum svona látið rúlla undir? Rúlla undir, sko. Ég var búinn að hugsa þetta líka. Það er náttúrulega söngvari og lagarsmiður sem heitir Rufus Wainwright. Já. Kannastu hann? Kannaði þessu nafni, já. Langaði að við myndum hlusta á lag með honum sem heitir I'm Going to a Town. I'm Going to a Town. Já. Frábært lag. Rufus minn, hann er segur? Hann er magnaður. Já. Ég ætti að taka mynd af þér. Já, eina góða. Þessi var frábær. Sérðu? Já, ég sá hana. Já. Ég held að sé allan til betri mynd af þér. Þær eru allan að fá alveg góðar. Takk að kærlega fyrir spjallið, gaman að hitta þig. Sömuleiðis, takk fyrir mig. I'm gonna make it up for all